Já, séum hún er gæðilega.
Góðan daginn og gleðilega hátíð. Ég heiti Brynja og framkvæmdastjóri Creditinfo og það mér sannur heiður að fá að bjóða ykkur velkomin hérna í dag og mér langar að byrja á því að bara fá að skála fyrir ykkur. Skál. Okkur hjá Creditinfo finnst að vera mjög skemmtilegt, þetta eitt af skemmtilegustu verkefnunum okkar á hverju ári, að fá að taka saman hennar lista yfir framúrskarandi fyrirtæki. Og ég get sagt ykkur það að þið þekkið okkur öll Creditinfo-arna hérna í dag og því að við erum öll í sparifötunum. Svo merkilegt finnst okkur þetta vera og gaman að fá að taka saman hennar lista og skála fyrir ykkur. Í ár eru 682 fyrirtæki á listanum sem aukning 104 frá því fyrra. 166 fyrirtæki eru inn og 62 fara út á listanum frá því fyrra. Fjöldi fyrirtækja á listanum hefur aukist það bil 100 á ári frá því að við veittum þessa viðurkenningu fyrst fyrir 5 árum í litlum sal sem var eiginlega bara meira eins og svona stórt fundarherbyggi á Grand Hotel og sá listi innihélt 177 fyrirtæki og í dag eru þau 682. Þetta auðvitað bara til marks það bjartari tíma í íslensku atvinnulífi. Mér finnst alltaf svona svolítið skemmtileg stund þegar ég fæ listan í hendurnar á hverju ári svona í byrjun janúar. Því það rosalega gaman að velta honum fyrir sér og hægt að taka alls konar skemmtilega staðreyndir og tölur út úr þessum lista. En það sem mér persónulega finnst alltaf skemmtilegast að sjá á honum fjölbreytnin þeirra fyrirtækja sem eru á listanum. Og ég held að það megi líka svo sannarlega segja ef maður lítur hérna yfir salinn í dag að þá sér maður það. Þetta allt frá stórum fyrirtækjum sem við þekkjum öll með fullt af starfsmönnum, svo í fréttunum reglulega, yfir í bara gömul, rótgróin eða jafnvel bara ung en góð fjölskyldufyrirtæki sem hafa verið byggð upp með þrotlausri vinnu og einbeitingu þeirra sem að þeim standa. Þetta eru mjög oft fyrirtæki sem hafa jafnvel aldrei heyrt en kemur í ljós að eru bara oft að gera mjög flotta hluti og þess vegna eru þau hér í dag. Á listanum eru líka fyrirtæki af öllu landinu og úr öllum atvinnugreinum. Við fáum til dæmis að sjá fyrirtæki hérna upp á sviði á eftir að taka á móti viðurkenningu sem kemur úr geira sem að kom mér allavega pínulítið og óvart en mjög ánægjulega. Þið eftir að fá að sjá það hérna eftir. Það sem ég fannst líka skemmtilegt í ár var að sjá að byggingariðnaðurinn að taka aðeins við sér en hann hefur lengi verið erfiðasta atvinnugreinin samkvæmt okkar listum. Og þetta helst í hendur við það að vanskilum í byggingariðnaði að fækka líka, sem auðvitað bara mjög gleðileg tíðindi. Og þeim reyndar að fækka almennt á íslensku fyrirtækjum. En til þess að skoða fleiri tölur og fá skemmtilega staðreyndir, þá langar maður að benda ykkur á sérblað viðskiptablaðsins sem liggur hérna frammi á, ég held ég bara öllum borðum. En það ekki bara gaman að vera hérna í dag. Það nefnilega líka mjög mikilvægt að listi sem þessi yfir best reknu fyrirtæki landsins gerður. Því að til þess að okkar litla landi geti þrifist blómlegt atvinnulíf og þjóðfélag, þá algjört skilyrði að hér séu góð og vel rekin fyrirtæki. Þau fyrirtæki sem eru hérna í dag, þessi 682, þeir standi fyrir einungis 1,9% af öllum íslenskum fyrirtækjum. Samt veitið þið 23% af starfsmönnum atvinnu og þið greiðið 30% af sköttum á rekstrarhagnaði allra fyrirtækja. Og það nota bene ekkert til þess að skamma sig fyrir. Ef maður horfir yfir þjóðfélagið í dag, þá má sjá glögg merki það að hjól atvinnulífsins farin að snúast aðeins hraðar og svo virðist sem að flest allt sé á uppleið. Sumir vilja jafnvel svo ganga svo langt að segja að við séum á leiðinni í nýtt góðæri og það alveg fínt, en ég held að fæst okkar séu til í annar hrun. Og þess vegna svo rosalega mikilvægt
að við vöndum okkur í þetta skiptið. Og hvað þýðir það? Það þýðir það að við byggjum vöxtinn sem við erum komin í núna og framundan ef allt gengur eftir, að við byggjum þennan vöxt á traustum grunni og tökum vel upplýstar ákvarðanir það hvernig við ætlum að vaxa og hverjum við ætlum að vinna með til þess að ná þessum vexti. Og í því samhengi svolítið mikilvægt að hafa það í huga að eitt af vandamálunum í síðasta rándi, góðæri, það var ekki það að mælikvarðarnir á það hverjir væru trúverðugir, væru endilega mikið að klikka, heldur þá voru margir sem ákváðu að hreinlega fara ekki eftir þeim. Og það svo mikilvægt að við hlustum á það núna. Og við skulum ekki láta það gerast aftur. En það þýðir samt það að við þurfum að hlúa að þeim sem eru framúrskarandi eða hafa það sem til þarf til þess að verða það. Og það mjög margt sem að við erum þá að tala um. Það til dæmis aðgerðir stjórnvalda eða það hverjum á að veita fyrirgreiðslu og hverjum ætlum að vinna með. Hvert ætlum að beina viðskiptunum okkar og hverjum ætlum að vinna með. Og þannig þá geta þeir sem eru góðir vaxið á heilbrigðan hátt. En fyrsta skrefið þá auðvitað að vita það hverjum við eigum að hlúa að. Og þar komum við að lista eins og framúrskarandi. Og þið, mín kæruð, þið eru framúrskarandi. Og þið eru ekki framúrskarandi af því að einhvern finnst það bara eða af því að einhver heldur að þið eigið eftir að gera eitthvað frábært. Þið eru hérna í dag vegna þess að þið eru búin að sýna árangur. Því að skilgreiningin á því hvernig fyrirtæki komast á þennan lista, það ekkert huglægt við hann. Hann alfarið byggður á staðreyndum. Og flestar þessar staðreyndir koma úr ársreikningum fyrirtækja. Og þá kem ég kannski að því sem að ég ætlaði svona slútta minni tölu með í dag. En það það að skilyrðin hinga til þess að hafa verið framúrskarandi og skilyrðin fyrir því sem þessi listi sem við erum að skoða hér í dag eru valin, þau eru uppi á vegg hjá okkur núna. En vegna þess að nú liggja fyrir Alþingi ný drög að nýjum lögum ársreikninga sem að herða mjög á skilyrðum og viðurlögum við því að skila ársreikningum á réttum tíma, þá höfum við ákveðið að bæta við einu skilyrði í viðbót fyrir næsta ár. Mér langar að segja ykkur frá því í dag til þess að gefa ykkur svona smá viðvörun og tryggja það að við sjáumst aftur á næsta ári. En fyrir rekstrarárið 2014, sem átti að skila árið 2015, þá voru aðeins 23% fyrirtækja búin að skila 1. september, sem sá frestur sem að flest fyrirtæki ættu að vera vinna út frá. 70% voru búin að skila 1. nóvember og 82% voru búin að skila 1. janúar 2016. Þannig að það sem breytist á næsta ári verður það að til þess að vera tekin til greina sem framúrskarandi fyrirtæki, þá þarf að skila ársreikningnum innan lögboðins tímafrests. Svo við sjáum hér. En ég ætla ekki að hafa þetta miklu lengra í dag. Við erum fyrst og fremst til þess að skála, hafa gaman, spjalla saman, en við erum þó með mjög áhugaverða, skemmtilega dagskrá, góða fyrirlesara og það mér heiður að kynna fyrstan til leiks Steinþór Pálsson, bankastjóra Landsbankans. Gjörðu svo vel. Komið þið sæl. Ég vil byrja að þakka Credit Info að gefa mér tækifæri til að koma hér til að ávarpa þessa ágætu samkomu. Og ég vil nota tækifærið líka til að óska öllum starfsmönnum, stjórnendum og eigandum fyrirtækjana sem hafa fengið titilinn framúrskarandi fyrirtæki hjartanlega til hamingju. Árangur sem þessi kemur ekki af sjálfu sér. Það ekki einfalt og auðvelt að reka fyrirtæki
og það er alls ekki sjálfgefið að ná árangri. Hvað þá framúrskarandi árangri eins og þið hafið náð. Því segi ég aftur til hamingju með þennan góða árangur. Þið getið verið stolt af honum. Þetta framtak Creditinfo að velja framúrskarandi fyrirtæki er sérstaklega vel heppnað. Það er auðvitað mikilvægt að til séu upplýsingar hvaða fyrirtæki standa sig vel. En það er ekki síður mikilvægt að þessar upplýsingar séu aðgengilegar, að ekki þurfa að hafa aðgang að sérstökum gagnagrunni til að nálgast þær. Heldur geti fyrirtækin hampað því og auglýst að þau hafi fengið þann gæðastimpil að teljast framúrskarandi fyrirtæki. Þetta val og þessi viðburður í dag felur líka í sig hvatningu til fyrirtækja að það sé gott að komast í þennan flokk. Gildi þessa framtaks Creditinfo er ótvírætt. Það er nefnilega mikilvægt að sem flestir í viðskiptalífinu og annars staðar viti hvaða fyrirtæki standa sig vel. Upplýsingar um stöðu fyrirtækja auka traust. Eftir því sem upplýsingar eru betri, því meira verður traustið. Upplýsingar draga úr kostnaði við viðskipti og þær draga úr hættu á tjóni. Góðar upplýsingar skapa ígrundað traust, aukið traust, eykur hraða í viðskiptum og dregur úr kostnaði. Og við vitum að hraði í viðskiptum skiptir sífellt meira máli. Aðgengilegar og góðar upplýsingar gera fyrirtækjum kleift að stunda viðskipti hratt og örugglega og með minni tilkostnaði eins og ég sagði. Með því að tilnefna framúrskarandi fyrirtæki og byggja við það á skýrum og greinargóðum skilyrðum hefur Creditinfo því stuðlað að betra viðskiptaumhverfi á Íslandi. Við í Landsbankanum höfum fylgst af athygli með Creditinfo undanfarin ár. Creditinfo er brautryðjandi á sínu sviði, ekki bara á Íslandi, heldur víða heim. Að öðrum ólöstuðum á Reyni Grétarsson, einn stofnandi Creditinfo, mestan heiðurinn af velgengni fyrirtækisins. Hann hefur verið óhræddur við að sækja fram á mörkuðum sem aðrir hafa forðast og hann hefur líka verið duglegur við að benda á það sem betur má fara hér á landi. Fyrir nokkrum misserum las ég viðtal við Reyni þar sem hann sagði að Ísland væri eftir á við að nota gögn og hugbúnað til að vinna úr lánaumsóknum og til að meta lánshæfi skuldara. Hann benti á að kjör á lánum ættu að taka tillit til áhættunar. Það væri ekki skynsamlegt að allir lántakendur borguðu sömu vexti. Hann verður því vonandi ánægður að heyra að í Landsbankanum hefur verið undanfarið unnið að því að innleiða vinnubragð sem er í takt við það sem hann hefur verið að kalla eftir. Það er að segja að góðir og traustir viðskiptavinir njóti betri kjara hjá bankanum. Þau fyrirtæki sem standa sig vel eiga að njóta þess við verðlagningu á þjónustu bankans. Við í Landsbankanum hefum þróað okkar eigin verkfæri til að greina þessa góðu og traustu viðskiptavini. Við styðjumst við tölfræðileg líkön sem nota upplýsingar rekstur fyrirtækja til að gera okkur kleift að ákveða hverjum á lána og ákveða kjörum. En líkönin hjálpa okkur líka við að átta okkur á áhættunni sem fylgir lánveitingunni. Það er hverjar líkurnar eru á alvarlegum vanskilum og hversu miklu við getum búist við að tapa ef til vanskila kemur. Hvort tveggja eru nauðsynlegar upplýsingar til að geta verðlagt þjónustu okkar rétt. Við erum því byrjuð að nota upplýsingar rekstur fyrirtækja til að gera okkur kleift að verðleggja þjónustuna rétt til samræmis við stöðu fyrirtækjanna. Við verðum þá að hafa aðgengi að áreiðanlegum upplýsingum rekstur þeirra og þær upplýsingar sem Creditinfo safnar gerir það að verkum að við eigum auðveldara með að nálgast þær upplýsingar sem við þurfum og þegar við þurfum þær. Þessar upplýsingar hjálpa okkur ekki bara að sjá hvaða fyrirtæki standa sig vel, þær hjálpa okkur líka við að sjá hvaða fyrirtæki standa verr. Hvoru tveggja
er mikilvægt fyrir banka að vita eins og alla sem eru í viðskiptum. Að vita að tiltekin fyrirtæki eru framúrskarandi skiptir því máli fyrir bankan og það skiptir líka máli fyrir fyrirtækinu að njóta þessi kjörum að þau hafa staðið sér vel. Það er afskaplega jákvætt að sjá að framúrskarandi fyrirtækjum hefur fjölgað ár frá ári. Það er jákvætt fyrir atvinnulífið og fyrir hagkerfið allt. Þau voru hátt í 200 árið 2010 en nú er þau hátt í 700. Það er líka mjög ánægjulegt að sjá að á listanum nú eru fyrirtæki sem voru í mikilli óvissu eftir hrunið en hafa blómstrað á síðustu árum. Við sjáum á listanum viðskiptavini Landsbankans sem voru í vanda fyrir nokkrum árum en standa nú vel. Meðal annars vegna þess að tekist hefur gott samstarf milli þeirra og banka. Landsbankinn hefur verið að vinna í ýmsu varðandi fjárhagslega endurskipulagningu sem og aðrir bankar hér á landi eins og öllum er kunnugt. Okkur sýnist að Landsbankinn sé aðal viðskiptabanki rúmlega 40% þeirra fyrirtækja sem eru á listanum yfir framúrskarandi fyrirtæki. Við erum mjög stolt af því að svo mörg framúrskarandi fyrirtæki hafa valið okkur sem samstarfsaðila og vonum auðvitað að sem flest haldi áfram í viðskiptum hjá okkur, tala nú ekki ef aðrir vilja koma yfir. Við höfum reynslu af því að veita framúrskarandi fyrirtækjum þjónustu og okkur reynsla er sú að val á þennan lista marki ákveðin þáttaskil hjá fyrirtækjunum. Það eitt að uppfylla skilyrðin sem sett eru auðvitað til marks að reksturinn gangi vel. En við sjáum líka að eftir að fyrirtækin ná þessum áfanga gengur þeim alla jafna enn betur. Við höfum kafað í upplýsingagrunna bankans og keyrt það saman við þennan lista nú og við sjáum það að lausafjárstaðan virðist vera að batna hjá fyrirtækjunum. Við sjáum að velta hjá þeim sem eru í viðskiptum hjá okkur hafa vaxið um 8% frá fyrra ári. Þannig að það er veruleg veltuaukning í hópi þessara fyrirtækja. Í einstaka tilfellum sjáum við mun meiri veltuaukningu og óhætt er að fullyrða að sum þessara framúrskarandi fyrirtækja hafi beinlínis tekið flugið. Þið hafið því fulla ástæðu til að vera bjartsýn á framtíðina. Takk fyrir. Jæja, þá er komið að næsta ræðumanni, ræðukonu. En áður en ég býð hana velkomna í pontu, þá langaði mig að athuga hvort að ykkur langaði ekki að færa ykkur aðeins svona nær sviðinu og það er enginn hérna sem býtur. En ég ætla þá sem sagt næst að bjóða velkomna í pontu glæsilega konu sem er í forsvari fyrir 2 af fyrirtæki á listanum og hún hefur verið hérna með okkur á hverju ári frá því byrjaði og ef við hefðum verið lengur þá held ég að hún hefði verið hérna lengur líka. En það er sem sagt mér sönn ánægja að bjóða velkomna fulltrúa framúrskarandi fyrirtækja í ár og það er Valgerður Hrund Skúladóttir, framkvæmdastjóri Sensa. Gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, Brynja. Kæru hátíðargestir, til hamingju með daginn. Þegar Brynja hafði samband og bað mig að flytja ávarp hér í dag, sem fulltrúi þeirra sem er á listanum, þá lagði hún fyrir mig nokkrar spurningar. Hvað þýðir það fyrir fyrirtæki að fá svona viðurkenningu og vera á listanum? Og hvað þýðir það fyrir starfsfólkið og hvað þarf til? Hér stend ég, stoltur fulltrúi 2 fyrirtækja á lista við framúrskarandi fyrirtæki 2015, Sensa og Basis, sem sameinuðust undir nafni Sensa á síðasta ári. Og ég ætla að reyna að svara þessa bestu getu.
Hvað þýðir það fyrir okkur að vera á listanum? Þegar ég fór að velta þessu fyrir mér, kom upp í huga mér samtal sem ég átti fyrir það bil ári síðan. Listi Creditinfo yfir framúrskarandi fyrirtæki var nýkomin út og ég var full af stolti yfir að Sensa var þá búið að vera á listanum frá upphafi eða í 5 ár. Þarna ég full af monti því ég rekst ágæta vin minn. Til að sjóngera þessa sögu þá vil ég taka fram að þessi mæti maður hefur lengi verið mikill spaði í viðskiptalífinu. Ég nefni við hana fyrir að bragði að Sensa sé á þessum lista og fékk þá fremur óvænt viðbrögð. Honum fannst þetta lítið merkilegt og ekkert til að skreita sig með. Hans sjónarmið var að þarna væri verið að veita öllum mögulegum fyrirtækjum viðurkenningu fyrir framúrskarandi árangur. Alveg niður í litla 3 manna fyrirtækið hans Jóa Smiðs. Í orðum hans lá að það væri ekkert merkilegt að reka arðsamt og stöndugt fyrirtæki nema það væri risastórt og áberandi og helst í fjármálageiranum. Þetta hitti illa heim, því þarna var ég fulltrúi fyrirtækis sem á þeim tíma taldi 30 manns og var með veltu ykkur staðar rétt norðan við milljarð. Ég hafði ímyndað mér að það væri virðingarvert að reka fyrirtæki með hagnaði frá upphafi í geira sem ekki þekktur fyrir framúrskarandi niðurstöður í rekstri. En þarna kom hann með athyglisvert sjónarmið sem fær mann til að hugsa og velta fyrir sér í aðeins stærra samhengi hvað það þýðir að vera framúrskarandi og hvers virði það og fyrir hvern. Hvers virði það fyrir íslenskt efnahagslíf að rekstur fyrirtækja sé almennt heilbrigður og arðsamur? Það kannski bara nóg að stóru fyrirtækin og bankarnir skili arði og við hins séum bara í dútli? Að sjálfsögðu ekki. Af 682 fyrirtækjum á listanum eru 32 fyrirtæki með fleiri en 200 starfsmenn, samtals 17.000 störf og þar af eru 5 fyrirtæki með tæplega 8.000 af þessum fjölda. Hins vegar eru nákvæmlega 649 fyrirtæki á listanum með 200 starfsmenn eða færri og saman skapa þau 16.000 störf. Almenn skynsemi, tölulegar staðreyndir og reynslan segir okkur að það sem skiptir mestu máli að atvinnurekstur hér á landi sé bæði fjölbreyttur og skapandi og sé að skapa virði. Við séum útsjónarsöm við nýtingu auðlinda okkar sem ekki eru bara græn orka, fallegt landslag og fiskurinn, heldur ekki síst fólkið, mannauðurinn. Það eru athyglisverðar tölur sem birtar voru í síðasta mánuði 4. stoðina í íslensku efnahagslífi, upplýsingatækni geirann. Þar kom fram að hluti greinarinnar í landsframleiðslu á árinu 2014 var 4,9% og að útflutningsverðmæti hennar tvöfaldaðist milli áranna 2014 og 2015. Til samanburðar má nefna að þetta svipað hlutfall og hlutur ferðaþjónustu og hlutfall fiskveiða í landsframleiðslu. Upplýsingatækniiðnaðurinn byggir á mannauði og skapar virði með nýtingu hans. Á framúrskarandi listanum í ár eru 25 fyrirtæki sem falla undir þann geira að meðaltali með 50 starfsmenn hvert. Það liggur í augum uppi mikilvægi þess að ef við ætlum að sjá þessa 4. stoð vaxa og dafna, það byggir það á því að fyrirtækjum á þessu tagi fjölgi á listanum. Framúrskarandi ansi gildishlaðið orð. Máltilfinningin segir ekki aðeins að sé að ræða einhvern sem fremstur meðal jafningja, heldur hann líka að framkvæma sitt verk sérstaklega vel. Það ekki laust við að við hjá Sensa förum aðeins hjá okkur við þennan heiður. Sannleikurinn sá að þrátt fyrir að þessi árangur sé byggður á tölulegum niðurstöðum sem setja okkur í þennan góða hóp, þá eru það sjálfsögðu fleiri þættir sem gera fyrirtæki að góðu eða jafnvel framúrskarandi fyrirtæki. Á síðasta ári fórum við það verkefni að sameina 3 hópa í eina góða heild. Markmiðið með því meðal annars að skapa fyrirtæki sem framúrskarandi til framtíðar. Þegar við tókum okkur þetta verkefni fyrir hendur var okkur ljóst að til þess að það geti gerst, þá reynir að menn hafi hugrekki og kjark til að takast á við breytta tíma. Að starfa í þessum geira
á tímum þegar upplýsingatæknin að taka stórfelldum breytingum ásamt því að kröfur ólíka hæfni og skilning á rekstri viðskiptavinanna stöðugt að aukast, kallar á að það verður að horfa gagnrýnum augum á alla okkar nálgun í þjónustu við viðskiptavinin. Við þurfum að átta okkur á hvernig við viðhöldum góðu teymi sérfræðinga og byggjum upp nýja hæfni sem uppfyllir nýjar þarfir viðskiptavinanna. Í þessari vinnu rákumst við á skemmtilega bók sem gefin hafði verið út framúrskarandi fyrirtæki Google. Þar voru menn að átta sig á að breytingar í þjóðfélaginu og tækninni að skila okkur nýrri kynslóð af starfsfólki sem hefur aðra og ólíka hæfni í samskiptum en við sem eldri erum og þau sætta sig ekki við hefðbundið valdaskipulag í fyrirtækjum. Google kallar sitt starfsfólk Smart Creatives sem við fengum snarað yfir á íslensku sem skapandi snjöll. Með meðal annars þessa góðu bók okkur til hals og traust hófum við vegferð þar sem við stefnum í þá átt að vera fyrirtæki sem býður starfsfólki upp á skapandi störf sem ekki aðeins gefa tækifæri til vaxtar heldur krefjast vaxtar. Þar sem mikil og góð samskipti innandyra sem og við viðskiptavinin lykillinn að skipulaginu og þannig verði uppbygging fyrirtækisins til þess að styðja við þjónustu við viðskiptavinina og starfsánægju allra starfsmanna. Í þessari vegferð höfum við þurft að endurskoða margt af því sem við töldum vera framúrskarandi áður og þurft að sýna kjark og leysa upp skipulag sem hefur bundið sköpunarkraft og góð samskipti í klafa. Það langt í frá að við sjáum fyrir endan á þessari vegferð og alla líkur að við þurfum að endurskoða kúrsinn aftur og aftur. Ljóst að þegar tekist á við slíkt verkefni sem þetta, þá reynir oft á þolrifin bæði hjá starfsfólki og viðskiptavinum og vil ég nota tækifærið og þakka okkar framúrskarandi viðskiptavinum fyrir þolinmæðina á síðasta ári. Það kemur ykkur sjálfsagt ekki óvart að það samskipti sem lykilatriði í vegferð eins og okkar í átt að framúrskarandi fyrirtæki. Og þar sem við erum flest hjá Sensa tæknifólk sem líklega gætum öll verið greind einhvers staðar á einhverfu rófi, þá þetta ekkert smá hlass að færa. Til þess að hjálpa okkur við að halda okkur á réttri leið, þá höfum við tileinkað okkur leiðarljósið að okkur ekki sama. Okkur ekki sama samstarfsfólkið, viðskiptavinina og fyrirtækið í þessari röð. Því þetta ekki spurning hænan og eggið, heldur þá staðreynd að ánægðir og hæfir starfsmenn gefa af sér ánægða viðskiptavini sem leiðir af sér arðbært fyrirtæki. Við vitum að við eigum langt í landi en þá og erum enn að læra og þurfum stöðugt að hafa kjark til að spyrja erfiðra spurninga og beita hugviti til að nálgast viðfangsefnið á nýjan hátt. Hafandi gefið ykkur þessa fyrirvara, þá ætla ég að reyna að svara spurningunni hvernig verður fyrirtæki svona framúrskarandi. Ég hef mjög gaman á orðum og oft þegar ég stend frammi fyrir stórum spurningum sem ég hef ekkert svar við, þá fer ég að hugsa út í merkingu orða. Framúrskarandi hægt að snarri vera latínu sem excellere, þar sem stofnin excel sem þýðir til dæmis að rísa, fara fram úr eða vera yfirburðar. Við þessar upplýsingar vaknaði upp spurningin af hverju Excel-töflureiknirinn hefði nafnið Excel. Var ég kannski með svari þarna? Eru þeir sem skara fram úr svona góður í Excel? Einhvern veginn held ég að það sé ekki málið, en það kom í ljós við frekari rannsóknir að Excel ber það nafn í merkinu extra cells. Það var ekki merkilegra en það. Þá fór ég að hugsa út í það hefðbundna. Það kyn, aldur eða fyrir störf þeirra sem starfa í fyrirtækinu? Getur það verið að þakka megi árangurinn aldrei starfsmanna? Ég veit ekki hvort þið sáu fréttina í síðustu viku þar sem kom fram að rannsóknir sýna að þeir sem eru komnir yfir 50 eru gáfari heldur en þeir voru þegar þeir voru undir 50. Ég get sagt fyrir sjálfa mig að ég finn greinilega mun á greindinni, en þurfti samt að slá þessa hugmynd út af borðinu þegar ég hugsaði til þess að meðalaldur starfsmanna Sensa hefur verið í kringum 30 ár lengst af okkar líftíma. Í dag efast vonandi ekki nokkur maður mikilvægi þess að vinna í hópi þar sem bæði kynin hafa veglegan sess. Og hvað varðar upplýsingatæknifyrirtæki það beinlínis lífsnauðsyn að stöðugt sé að koma inn nýtt blóð. Yngra fólks sem hefur aðra upplifun og nálgun á hvernig við nýtum tæknina við leik og störf. Eftir að hafa hugleitt alla þessar ólíku breytur og hugsanlega þátt þeirra í hvað gerir fyrirtæki framúrskarandi,
þá komst ég að sömu niðurstöðu og svo margir hafa gert. Það starfsfólki sem gerir fyrirtækja framúrskarandi fyrirtæki, góð blanda af báðum kynjum, öllum aldri og mismunandi reynslu. Mikill áhugi á því sem við erum að gera, hugrekki til að hugsa starfið upp á nýtt, mikil almenn skynsemi og síðast en ekki síst þrautseigja sem grundvallaratriði í að takast á við allt sem við stöndum frammi fyrir á hverjum degi. En hvað þýðir þetta fyrir okkur sem fyrirtæki og starfsmenn að vera á þessum lista? Í upphafi rifjaði upp samtal mitt við góðan vin sem fékk mig til að hugsa okkur öll hér inni sem að skila sér framúrskarandi árangri án þess að mikið beri á. Ég ekki frá því að þetta framtak Creditinfo skiptir okkur meira máli heldur en stóru og stöndugu fyrirtækin sem eru meira þekkt. Það skiptir gríðarlegu máli í okkar starfi að fá svona opinbera viðurkenningu á góðum árangri og að við séum traust fyrirtæki. Viðurkenningin lóð á vogarskálina í að byggja upp traust og gott samstarf við viðskiptavini og erlenda samstarfsaðila. Og að lokum, til að svara spurningunni hvað þessi viðurkenning þýðir fyrir starfsmennina, þá ætla ég aðeins að fara á persónulega nótur. Ég hef starfað hjá Sensa frá upphafi, eða í 14 ár í gær. Í gær voru nákvæmlega 14 ár frá þegar við stofnuðum Sensa. Það hefur aldrei skipt máli fyrir mig persónulega hvort fyrirtækja væri almennt þekkt, enda hefur aðaláherslan verið frá upphafi að þjónusta okkar við viðskiptavini, að við séum að þjónusta okkar viðskiptavini vel í skemmtilegum verkefnum sem fá báða aðila til að vaxa og dafna. Eins og áður kom fram, þá stækkaði hópurinn á síðasta ári og meðal annars komið til okkar 80 manns sem áður höfðu verið hjá upplýsingatæknisviði Símans. Fyrir þau var þetta mikil breyting og ekki síst það að skipta úr þekktu stórfyrirtæki þar sem enginn kváði þegar þau svöruðu því hvar þau ynnu yfir í minna þekkt fyrirtæki sem enginn þekkti. Fyrir þau, eins og reyndar allan Sensa-hópinn, skipti það miklu máli að Sensa hafi gott orðspor og sannarlega ýtir framúrskarandi listin undir það hjá okkur eins og öllum fyrirtækjunum á listanum. Að lokum vil ég þakka gestgjöfum okkar kærlega fyrir þeirra góða framtak með listan og jafnframt óska þeim og öllum á listanum til hamingju með að vera framúrskarandi fyrirtæki. Takk fyrir. Jæja, þá komið að síðasta liðnum á svona formlegri dagskrá í dag og það veiting viðurkenninga. Ég get sagt ykkur það að þessar viðurkenningar eru mjög eftirsóttar því að við höfum fengið nokkur símtöl undanfarna daga þar sem að fólk að spyrja hvað þarf ég að gera til þess að fá þessar viðurkenningar. En það auðvitað þannig að það að vera á listanum málið og það ég get alveg viðurkennt, svolítið erfitt að fara síðan að velja nokkur fyrirtæki á hverju ári til þess að veita viðurkenningu, en það tókst í ár og hingað kominn hæstv. Fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson sem ætlar að veita þessar viðurkenningar. Gjörðu svo vel, Bjarni. Já, góður gestir. Þakka fyrir að fá að vera með ykkur hér og byrja á því að segja að maður gleðst mjög yfir því að sjá hve sífellt fjölgar hér í salnum þegar að safnað saman þeim fyrirtækjum sem að þykja framúrskarandi eftir þeim mælikvarða sem Creditinfo hefur sett saman. Og ég ætla sömuleiðis að deila því með ykkur að hugurinn hvarflar rétt rúm 25 ára aftur í tímann þegar ég sem starfsmaður á frjálsri verslun vann við það á sumrin að tína saman upplýsingar stöðu fyrirtækjanna í landinu. Og eins og allir þekkja hefur frjáls verslun langt árabil gefið út lista yfir stærstu fyrirtækin. Á þeim tíma 100 stærstu fyrirtækin. Þarna sat maður við borð með lista úr nálaprentara og með svona gamlan síma með snúru
og skífu og hringdi út allt land, oft í framkvæmdastjóra, stundum í fjármálastjóra, og það var svona heldur þungt í mönnum hljóðið þegar ég hringdi. Það var eins og rukkarinn var að hringja. Og svo notaði maður faxtæki mikið til þess að skiptast á upplýsingum, og það sem mátti heita þumalputtaregla var að það var hægt að fá veltuna og starfsmannafjöldan. Þeir þóttu mjög liprir sem að vildu gefa einhverja frekara upplýsingar, sérstaklega ef þeim gekk vel. Það var á þeim árum sérstakt vandamál að fá menn til þess að láta af því vita ef að reksturinn var í góðum horfum, og það var eins og menn væru feimnir við að greina frá því að reksturinn væri að skila góðum arði. Þetta nefni ég vegna þess að öllum ætti að vera svo ljóst hversu miklu hefur verið breytt í ytra umhverfi fyrirtækjanna, hversu andinn í kringum atvinnustarfsemina hefur tekið miklum stakkaskiptum, hversu miklu tæknin hefur skipt, nýjar reglur, ný lög til þess að safna upplýsingum, og hversu miklu það skiptir okkur hvert annað, einstaklinga og fyrirtæki, í samskiptum sín á milli að hafa greiðar upplýsingar stöðu fyrirtækja. Og þetta framtak sem Creditinfo hefur haft frumkvæði að og birtist okkur svona skemmtilega hér á þessum degi auðvitað alveg til fyrirmyndar, og ég ætla nú að biðja þá sem eru hér saman komnir að gefa þeim fyrirmyndaklapp sem að hafa staðið að þessu. Stjórnvöld á hverjum tíma gera það sem þau geta til þess að greiða götu fyrirtækja, til þess að haga lagaumhverfinu, reglugerðarverkinu þannig að menn geti náð árangri í sínum störfum. Og við höfum á undanförnum árum reynt að beita okkur í þessa átt í góðu samstarfi við hagsmunaaðila, og nú síðast, eins og flestir þekkja, höfum við ákveðið að næstu skref verði meðal annars stigin með því að lækka enn frekar tryggingagjald, sem á að skipta mjög miklu máli fyrir fyrirtækin til þess að ná árangri og ná vel endum saman og mæta þeim kröfum sem eru í samfélaginu launahækkanir. En það er engin blöðum það að fletta að með þeim vaxandi fjölda fyrirtækja sem að rata á lista yfir framúrskarandi fyrirtæki erum við með einn vitnisburðinn það að við Íslendingar erum mjög að rétta úr kútnum, og atvinnustarfsemin í landinu er að gera það sömuleiðis. Á sama tíma erum við að sjá mjög miklar breytingar sem að birtast okkur í nýjum geirum sem að blómstra þessar mundir, sem aftur birtist í miklu gjaldeyrisinnflæði, og við erum ekki eins háð gömlu grunnstoðunum eins og oft var áður, og hér var komið inn á síðasta ræðumanni að það skiptir samfélagi allt mjög miklu máli að nýjir sprotar, nýjar stoðir styðji vel við efnahagsvöxtinn í landinu. Ég er hingað kallaður upp til þess að veita 3 viðurkenningar. Flestir sem eru hér samankomnir þekkja eflaust hvað þarf til þess að komast á listan. Ég hitti fyrr í dag einn framkvæmdastjóra sem brosti út að eyrum yfir því að vera kominn á listan og var stoltur af því. Hann sagði mér að hann litið á það sem ákveðna viðurkenningu. Hann væri ekki bara að standa sig ágætlega í rekstrinum, heldur líka að skila sínu til samfélagsins með því að hafa sína hluti á hreinu. Ég get tekið undir það. En það er ánægjulegt að fá að taka þátt í að veita þessar viðurkenningar, og ég nefndi að þið þekkið þetta allt, ég ætla kannski ekki að eyða löngum tími að rekja það. Þetta er það að hafa skilað ársreikningum til RSK síðustu 3 ár, minni en 0,5% líkur á alvarlegum vanskilum og svo framvegis, rekstrarhagnaður 3 ár í röð, ársniðurstaða jákvæð 3 ár í röð, rekstrarformið skiptir hér máli, eiginfjárhlutfall 20% eða meira, 3 rekstrarár í röð, eignir 80 milljónir eða meira 3 ár í röð, með skráðan framkvæmdastjóra og að vera virt fyrirtæki samkvæmt skilgreiningu Creditinfo. Þetta eru þau atriði sem að
fyrirtæki þurfa að uppfylla til að vera framúrskarandi. Og hugmyndin að viðurkenningunni í framúrskarandi fyrirtæki að verðlauna þau fyrirtæki sem að standast styrk og stöðugleikamat Creditinfo og eru öðrum fyrirtækjum góð fyrirmynd. Þau fyrirtæki sem fá viðurkenningu hér í dag eru í fyrsta lagi fyrirtækið sem lendir hæst á lista af þeim sem koma ný inn á listan að þessu sinni. Og þá ætla ég að biðja þau að koma hingað upp hvert á eftir öðru og þetta fyrirtæki heitir Hagar og það Guðrún Eva Gunnarsdóttir fjármálastjóri sem tekur á móti viðurkenningu. Næst veitt viðurkenning því fyrirtæki sem hækkar flest sæti milli áranna 2014 og 2015. En þetta félag hækkaði 387 sæti og það heitir LS Retail. Það Garðar Gylfason Malmquist sem fjármálastjóri og mætir hér upp á svið til að taka á móti viðurkenningu. Og þriðja og síðasta viðurkenningin, yngsta fyrirtækið á lista 2015. En þetta félag var stofnað árið 2012 og heitir Kjarneplið. Sturla Míó Þórisson, framkvæmdastjóri, kemur hingað upp og tekur á móti viðurkenningu. Ekki að gefa þeim eitt almennilegt klapp, mér fannst þetta svona vantaði smá kraft í þetta. Það þakka ég bara fyrir mig. Já, það var myndatakan. Takk fyrir mig. Þá ætla ég bara að fá að slúta hérna formlegri dagskrá og biðja ykkur bara að njóta vel af veitingunum sem hér í boði og staldra við og spjalla saman og enn og aftur til hamingju. East of East St. Louis, and the wind is making speeches. The rain sounds like a round of applause. Napoleon is weeping, the carnival saloon. His invisible fiance's in the mirror, and the band is going home. It's raining hammers, it's raining tears. It's true, there's nothing left for him down here, and it's time, and it's time, and it's time that you love, and it's time. And the orphans and the orphans, the memories like a train. You can see it getting smaller as it
said she'd stick around until the bandages came off. These mama's boys just don't know when to quit. And Matilda asked the sailors, all those dreams are all those dreams. So close your eyes, son, this won't hurt a bit. Oh, it's time, time, time. It's time, time, time. It's time, time, time that you love. It's time, time. Things are pretty lousy, a calendar girl. The boys just dive right off the cars and smash into the street. And when they're on a roll, she pulls a razor from her. 1,000 pigeons fall with the free. So put a candle in the window, a kiss her on his lips. There's the dish outside the window. Just like a stranger with a weeds. Pay the fiddler off till I come back again. Oh, it's time, time, time. It's time, time, time. And it's time, time, time. It's time, time. And it's time, time, time. And it's time, time, time. And it's time, time, time that you love. And it's time, time, time. That woman will take you.